Ég reiðubúin að gefa kost á mér til endurkjörs í embætti forseta Íslands. Vigdís segist sjá eftir því að hafa boðið sig fram til endurkjörs árið 1992 þegar hún hafði verið forseti í 12 ár. Gríðarlegur þrýstingur hafi hins vegar verið á hana að halda áfram, bæði innanlands og utan, og hún hafi látið undan, þrátt fyrir að hún væri búin að lofa sjálfri sér því að hætta eftir 12 ár í þessu annasama embætti. Eitt af erfiðustu málum forsetaferils síns segir Vigdís vera undirskrift EES-samningsins í janúar árið 1993. Talsverð óvissa virtist ríkjandi fram eftir degi hvort forseti Íslands myndi staðfesta lögin evrópska efnahagssvæðið, en henni höfðu borist fjölmargar áskoranir að hún beitti áhrifum sínum til þess að samningurinn yrði lagður fyrir þjóðaratkvæði. Verst þóttu henni viðbrögð ýmissa vina. Hún segir: Það er óhætt að segja að eftir þetta fann ég gífurlegan mun á viðmóti fólks í minn garð. Þá var áberandi að fólk sem áður hafði komið að móti mér með útbreiddan faðminn sneri sér nú undan. Yfir mig helltust vandlætingar, kveðjur, bréf og skeyti þar sem ég var kölluð illum nöfnum og hinn mesti auli. Vigdís fór í opinbera heimsókn til Kína í lok ágúst 1995 en á sama tíma var haldin kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Peking. Orð Vigdísar í Kína frelsi og afstæði ollu fjölmiðlafári á Íslandi. Hún segir í bókinni að henni hafi fundist fundur með Li Peng forsætisráðherra Kína hafa gengið vel og lét þau orð falla í viðtali að honum loknum að þau hefðu talað frelsi og afstæði þess, sem auðvitað hafi verið afar óheppilega til orða tekið af sinni hálfu. Hún segir: Ég varð mjög undrandi þegar ég kom heim og uppgötvaði allt fjaðrafókið. Þetta kom mér gjörsamlega á óvart. Látum vera að ég hafi í fljótfarni notað skakt orð. Þau mistök teki á mig. En frá mínum bæjardyrum séð var þessi umræða alveg út í bláinn og ég var mjög sár yfir því að fólk skyldi skipa mér í flokk með þeim sem brjóta mannréttindi. Í síðasta kafla bókarinnar fjallað íslenska efnahagshrunið. Það hryggir mig óendanlega mikið að þetta skuli hafa hent okkur. Birtan sem að fylgir Íslandi í erlendum hugum þarna ennþá. En dómar eru harðir þjóðina, það vitum við. En það eins og ég hef sagt, orðið sem orðið og þá að vinna sig upp úr því og ég held að við höfum alla burði til að gera það.